Nú góða og girnilega góða áleikið komið í nýjar og umhverfisvænni umbúðir. Betra fyrir umhverfið og þig. Goði. Alltaf góður. Þegar Bjarni Hafþór Helgason, tónskáld og rithöfundur, greindist með Parkinson í apríl fyrir þessu ári, grunaði hann sennilega ekki að í þeim sama mánuði myndi hann einnig greinast með blóðtappa og nýrnasteina. Sæll og velkomin. Sæl og blessuð. Apríl 2019. Já. Þetta meiri mánuðurinn. Það merkismánuður í mínu lífi á margan hátt og áminningu það að við eigum að lifa hvern dag fyrir sig. Raunverulega áminning, ekki svona bara frasakent og hver dagur kemur bara einu sinni. Og það best að vera bara meðvitaður það og reyna að vera jákvæður og glaður í sinni. Þetta var mjög merkilegt. Ég fór til taugalæknis áður og af því að ég hafði greint svona ákveðna breytingar. Það var svona smá stífleiki í hægri hendinni. Ég fann að þegar ég var að tannbursta mig, það svona strandaði ég og hann aðeins að nota vinstri og svona ef ég að skrifa nafnið mitt þá smækkaði skriftin en svo komu smá skjálftar ef ég til að taka ísmóla með töng upp úr krús þá gat ég lengt í svona skjálfta en það hafði bara gerst einu sinni eða tvisvar því ég ekki mikið í þessum ísmólum en þetta voru svona sérkennileg einkenni og fólki fannst þetta nú í kringum eins og sem ekkert merkilegt en einn vinur minn, Jón Sigurðarson, sem hérna úr Ystafelli í Kinn, var lengi framkvæmdastjóri sambandsins á Akureyri og bæjarfulltrúi hér og býr fyrir sunnan. Ég var búinn að hitta hann aðeins og hann með Parkinson, greindur fyrir allmörgum árum síðan og hann sagði, heyrðu, láttu skoða þetta vel, ég kannast við þessi byrjunareinkenni. Þannig að ég myndaður ákveðin hátt höfuðið á mér. Og svo kem ég 2. apríl til taugalæknis og hún tilkynir mig bara það að það ákveðin stöðull fyrir dópamínframleiðslu í höfðinu. Það svona litla frumur hérna inni sem búa til dópamín og þetta dópamín flæðir okkur og stjórnar hreyfingum. Og þegar menn fá Parkinson þá byrja þessar frumur að slagna og framleiða minna magna þessu dópamíni sem hefur áhrif á hreyfigetuna. Og í fólki almennt þetta magn með stöðulinn 3 og hjá mér var hann komin í 2 og hún sagði bara það þýðir það eitt að þú ert með Parkinson. Og þetta kallað ólæknandi taugarhörnunarsjúkdómur því að taugarnar hörna eða hætta að búa til þetta dópamín og ég var farin að skynja það á hreyfigetunni og það sem gerist í Parkinson síðan að þetta lækka niður í 1,5 og niður í 1 og niður í 0,5 og svo framvegis. Og enginn veit hversu hratt. Það getur vel að það gerist ekkert hjá mér næstu 5 eða 7 eða 10 árin, en það getur líka gerst mjög hratt á 1-2 árum. Það einstaklingsbundið. Meginmáli það finnst mér að það að frumur í mér framleiða minna dópamín og leggjast út á og hrörna eins og það kallað, ekki vegna þess að þær gerir það svona upp úr þurru, heldur eru aðrar frumur sem ég kalla vargafrumur. Það bara minn skáldskapur, ég að reyna að draga upp svona skýra Disney-mynd að þessu. Já, sem náttúrulega oft mjög gott. Já, það bara þægilegt til að skilja þetta og það þá aðrar frumur sem ráðast á þessar frumur mínar, berja þær niður, hamra þær niður og þannig verða þær fyrir einhverju árás og dópamínmagnið mitt fer úr 3 niður í 2 og svo áfram niður. Og það sem að gerast í lyfjarannsóknum núna og það er stórar kannanir í gangi í Bandaríkjunum að tiltekin krabbameinslyf virðast hafa áhrif á þessar vargafrumur. Það eins og þeir séu að taka þær niður með einhverjum hætti sem þýðir það að ef það gerist að þá lifnar að nýju frumurnar í mér sem að fá frið og rými til þess að búa til dópamín að nýju. Þannig að hugsanlega þegar ég aftur tilbaka upp í 2,5 og ég vil eitthvað herra. Ef að það væri að gerast og sem að margt bendi til. Skiptir þá ekki miklu máli að greinast snemma? Ég hugsa það. Það fer eftir því að nú vita menn ekkert setjunum sem svo að þessi krabbameinslyf virki svona á vargafrumurnar, sláið þær út af. Þannig að hinar sem höfðu verið bældar fái rými aftur, þá eru menn að velta fyrir sér hversu lengi máttu þau vera bældar til að lifa. Ef þetta gerðist kannski bara á síðustu 5 árum þá spretta þær allar upp og dópamínframleiðslan ekstra nýju. Ef þetta voru 20 ár þá getur vel verið að þessi svo laskaðar að þær rísi ekki upp að nýju
og þá fara menn auðvitað í stofnfrumurnar sem að verða að tala mikið og láta bara planta inn hjá sér stofnfrumum. Þannig að, og nú ég ekki að segja að þetta sé alltaf gerast í dag eða morgun, en það er ljóst að miðað við sko síðustu 10-20 ári í tengslum við Parkinson, það er alveg ljóst að það er mikið að gerast núna svona, þekkja þetta orðið vel og verður mjög fróðlegt að fylgjast með þessu bara næstu misserum sko. Fórstu strax á einhver lyf eða hvernig? Ég byrjaði aðeins á þessum Parkinson-lyfjum, smávegis, en hætti strax á þeim vegna þess að ég er það einkenna lítill ennþá að ég ætla að bíða aðeins með það sko, því að þetta þetta lyf sem virkar hérna í heilanum á manni og það er ágætt að treyna það, byrja að fá svona meiri einkenni og fara þá að taka lyfin til að minnka einkennin. En nú hefur væntanlega þennan dag sem þú fékkst þessar vitnesku ekki verið komið þangað sem þú ert í dag að vera farin að hugsa hjálpræði eða hvað bara þessi setning, þú Parkinson, hvernig slóðu þig? Já, sjálfsögðu og þetta slær marga mjög alvarlega, þetta er ólæknandi taugarhörnunda sjúkdómur og mjög margir sem fá þessu greiningu fá áfall, bara lendi í þunglindi og erfiðleikum í einhver tíma á eftir og svo með þeirra að vinna sig upp. Ég var hins vegar svo heppinn að ég þakka það AA-fundum í vikulegum í yfir 20 ár. Þegar þú færð svona kjafsögn sko, þá bregstu náttúrulega bara einhvern veginn við, það er ekki þetta að leika sér frá því með einhverju tali, en ég einhvern veginn brást við bara af ótrúlega æðruleysi og ég var mjög þakkláttur fyrir það. Og það er held ég bara inngróið vegna þess að ég er búin að vera á þessum fundum að tala mannrækt og lífið og einn dag í einu og þetta allt saman sko. Hvað lengi ertu búin að vera þar? Ég er búin að vera þar í 20 ár. Ég er með svona möntru. Já, komdu með hana. Já, það er sko, það er eiginlega þrennt í möntrunni minni, ég segi alltaf ég ekki drukkið áfengi í 20 ár, ég hef ekki reykt í 19 ár, ekki drukkið kaffi í 15 ár. Svo vantar mig fjórða atriði sem er sykur sko en ég er að vinna í því rólegheitunum. Sykur? Já, mér langar helst að losna við sykur. Ég held að sykur sé fíkniefni. En þegar taugalæknirinn segir mér þetta, þá auðvitað bregður manni, maður fær kalt vatn niður bakið og allt það. Svo kem ég heim og þetta vanda mig dálítið mikið líka við það bara fólkið í kringum mig, fjölskylda mig, tækið þessu nú svona, ég tók nú strax að ég nú ekki farið að móka yfir með það, sko, aðeins anda með nefinu hérna og ég hringdi strax í Jón Sigurðarvin minn og ég datt bara í fangið á honum sko. Hann er búinn að stúdera þetta þannig að þetta var svolítið gott og hann segir það líka fyrir sig að fá einhvern upp að sér svona kraftakökuleg svo mig sem var svona veða áfram eða þarf sko og hann líka þannig en ég datt bara í fangið á hann, ég kalla hann líka bara fóstra minn sko því að hann er náttúrulega búinn að stúdera þetta mikið og leiðsæði mig bara strax og heldum bara svona prívat fund fyrsta dag sko, eða daginn eftir og bara þetta og svo senda mér linka á það sem búið að skoða og svo fórum við bara að vinna saman og stofnuðum formlega 2 manna mafíu til þess að vinna í alls konar lyfjamálum og erum útsettið fyrir ýmsu. Þannig að það er aldrei að vita og við erum þannig þenkjandi báðir sko að það er sóknarhugur í okkur. Það verður ekkert gefið eftir í því. Nei. Svo kemur bara í ljós hvert það leiðir okkur en stöttu eftir þetta í þessum mánuði þá er ég alveg að verkjaður hérna út í beininu hérna alveg út í öxlinni hérna vinstra megin og eitthvað svona í liðnum svo fann ég líka að ég dró djúpt andan að það var svona eins og verkjaði sko bara hérna í lunga hérna megin líka en svona þetta var svona svo mikið í beininu og ég skildi ekki í þessu að því að það var búin að vera ofta að drepast í hægri öxlinni þetta er gamalt slys og svo var ég eitthvað að tala með þetta konuna og búin að vera svona í 2-3 daga og hún, 2-3 daga sjálfsagt, hún segir við mig, heyrðu, við skulum nú taka rúntinn hérna niður á bráðadeildina, látum kíkja á þetta, því að það er aldrei, skulum freka að fara einu svona of oft heldur en einu svona of sjaldan. Gott að hafa eiginkonu við hlið sér. Já. Við keyrum niður þetta kvöldið til, bara 11:30 eitthvað, bara svona tóku rúntinn. Það tekið með blóð, eftir smá stund segir, heyrðu, þú verður hér í nótt, við þurfum að kíkja hans betur á þessu, draga þig blóð hérna og það er svona eins og búm, sprautu hérna í magana með einhverju blóðþynningu. Já. Svo ég bara sendi nú konuna heim og sagði henni, hún þetta nú ekki að hangið við mér þarna og morgunin eftir fer ég í rannsókn og svo líður smá stund og þá kemur læknir inn, ungur, flottur læknir. Heyrðu, sæll Bjarni Hafþór, ég er með tíðindi handa þér. Já, segi ég og ligg svona þar.
þú ert með blóðtappa í vinstra lunganu. Og ég frussa eitthvað bara svona, já, sæll, fer eitthvað að hlæja svona og hann stendur grafalvarlegur yfir, finnst þér þetta hlægilegt? Ég var greindur með Parkinson fyrir 10 dögum og ég kom með blóðtappa, ég nú bara spáði hvernig þessi mánuður endi hjá mér. Já. Þá fór hann bara að hlæja með mér, sko, því að ég náttúrulega hef bara verið í fótbolta og vaðum og ekkert hérna á spítölum. Nei. Og svo rætti mig meira og svo endar þetta þannig, bara skömmu síðar að sagt, þú fer bara heim og þetta blóðtappi í vinstra lunga kemur úr einhverjum útlim. Já. Og það ekkert sem bendir til þess að þú fáir aftur blóðtappa, ekkert frekar enn í öðrum. Það bara, þannig nú teórían einu sinni. Ok, þú fer hérna í 6 mánuði á blóðþynningarlyf og já, það nefnilega það segir. Hvenær kem ég svo aftur í að tjekka þetta út eða þú kemur ekkert aftur, við höfum ekki áhuga á því, þú bara þynnir þetta út svona og málið dött. Skömmu síðar fer ég að pissa á blóði og það alltaf óskemmtileg lífsreynsla. Maður stendur sér svona blásaklaus við þessa athöfn, þessa klassísku athöfn og allt í hennu bara, jæja, sæll. Það þá eitthvað. Já. Og venjulega þegar maður pissa blóði þá getur það verið alveg hættulaust. Það getur verið bara eitthvað í þvagrás, nýrnaleiðurum eða eitthvað svona sem rispast eða eitthvað svona. Og þá kemur smá blóð í það, en það getur líka verið mjög alvarlegt. Þannig að þetta svona, þetta fullorðin skilaboð þegar þetta gerist. Já. Og ég náttúrulega segi bara, heyrðu, ég verður eitthvað að skoða þetta nú kannski ekki alveg. Og málið tekið til rannsóknar og ég myndaður. Já. Þú ert með nýrnastein í leiðarann eins og nýrannir í þvagblöðru. Og enn apríl. Já, og ég eitthvað svona, já, það nefnilega það og hvað gerist næst? Já, sko, það vegna svo út á blóðþynningu, þá hann rispar kannski pínlítið, ekkert mikið, og af því út á blóðþynningu þá ekki ólíklegt að það hafi áhrif til þess að blæði pínlítið og koma út í gegn. En þetta sem sagt hættulaust, en nú þetta gera það kláran í mikið sársauka, sko, því menn geta lent illa út úr því að pissa nýrnasteinu, það getur valdið svona eins og því að pissa rakfélablöðum og konur sem hafa pissað nýrnasteinum hafa sagt, sko, já, þetta ekki betra en að eiga börn og verra og þannig að ég fór nú að gera mig kláran í einhverjar orrustur og var nú gefið eitthvað smá lyf sem á að liðka fyrir þessum slaka á þarna niðri þannig að þetta renni í gegn. Já. Og svo fór ég náttúrulega að ræða þetta hér og þar, það var með nýrnastein og væri mikið að gera hjá mér. Og það var sagt, já, nú fer að koma rakfélablöðunum, vinur minn, þegar ég hef lent í þessu og þessi hafði lent í þessu og hinn hafði lent í þessu og þetta svo voðalegt. Og svo bara glimur í postulínskálinni í klóinu þegar það kemur niður og ég var náttúrulega alveg tilbúinn. Já. Svo líða einhverjir dagar, 2, 3, 4, 5 dagar, eitthvað svona og ég alltaf að fylgjast með því að pissa, stundum kom blóð og stundum ekki og ég stend þarna og sé, heyrðu, sæll, hvað að gerast hér? Hér hann kominn þarna niður þessi steinn, hann þarna, ég finn þetta alveg greinilega og ég lentur í 9 merkilegu rannsóknum, en ekki fundið neitt til en þá, hættur að pissa blóði, en nú býð ég bara eftir að hann komi fram úr að glimji svona í skálinni, sko. Og það taka við áfram 1, 2, 3 dagar þar sem ég í þessum rannsóknum, þessum rannsóknum mínum, að finna fyrir grjótinu og spekulir í þessu og þetta alveg rosalegt og mikið spenna hjá mér. Svo allt í einu finn ég það að hann horfinn. Nú? Steinninn farinn og ég að leita og atast í teipin á mér og nei, hann bara horfinn. Og rifjaði stöðut upp að hvað ég munaði litli færi í læknisfræði. Ég var alltaf með það í leiðinni, það munaði svo litli færi í læknisfræði á sínum tíma. Það svo gaman að þessu, ég ætlaði í skurðlækningar. Já, þess þá helst. Já. Og ég var komin í svona óbein læknistörf þarna. En þá, svo fer ég í, sko, doktors, allt mynda og rannsaka. Jú, steinni fór, þetta bara flott. Og þú ert nú bara heppinn þakkaði fyrir að finna ekki fyrir þessu. Já, ég var mjög fegin því, en segi svo við læknir svona, get ég ef ég innan konur og svona, ég tek sem dæmi bara, sko. Segir hann. Get ég þá sagt að menn sem pissa svona, sko, nýrnasteinum á þess að finna fyrir því, sko, að þeir séu með óvenju myndarlega og mikla og svera leiðara þarna niðri og svona. Get ég sagt svona setningar? Já. Þá horfði hann á mig með svona þótta, hafði engan húmor fyrir þessu.
Nei, þetta var mjög lítill steinn. Ég sagði bara, eigðu þig, þú veist ekki það, hann farinn. Svo var þetta bara útrætt, ég ætlaði að reyna að ná eitthvað í út þessu. Það gekk ekki vel. Þetta var mjög lítill steinn. En þarna varstu sem sagt lausi steinin, blóðtappinn farinn. Já, blóðþynningin virkar, tappinn farinn, steinni farinn og ég stóð bara upp og sagði, já, mikið ég ánægður, það ekkert að mér nema Parkinson. Rosalega gleði. Og við ætlum einmitt að taka gleðina hérna eftir hlé og maður fer langt á henni. Nú góða og girnilega góða áleikið komið í nýjar og umhverfisvænni umbúðir. Betra fyrir umhverfið og þig. Góði, alltaf góður. Þegar Bjarni Hafþór Helgason frá Húsavík, rithöfundur og tónskáld, sat uppi með það að vera komið með Parkinson, þá einhvern veginn ákvaðan að taka gleðina á þetta. Hvernig það hægt? Já, það er svolítið harkalegt að segja það, en þetta er svolítið Excel-legt. Já. Ég spurði mig bara svona ruddalegra spurninga, hvernig ætlar þú að reikna þig áfram í þessu? Hvernig reiknum við okkur? Og ég var að ræða allir með hjón, yndisleg hjón sem mistu son sinn og ég sagði við þetta harkalegt og það er hrikalegt. Það er hrikalegra en öll veikindi. Ég sagði það þarf að setjast niður með Excel í hausnum á sér og spyrja sig áleitinna spurninga eins og hvernig á dagurinn að vera, hvernig borgar sig að verði. Já. Og auðvitað ekki takt að gera þetta þegar maður fær tilfinningalegt högg, maður fær einhver veikinda tilkynningu, eitthvað á kjaftinn en samt, svaraðu því samt, sestu niður samt, gerðu það samt. Og það endar alltaf með því að ef þú spyrði nú harkalega og gefur ekki eftir og hlífir þér ekki, þá þetta borgar sig að reyna að taka gleðina. Já. Því þú breytir ekki því sem gerðist í gær, það er bara, en það er ekkert auðvelt alltaf. En það er samt hægt að vinna ótrúlega með hugan. En ég hef tvígang þurft að sækja gleðina í gegnum efni, þar sem ég fekk lyf. Misturðu þá sko gleðina? Þá bara tapa ég gleðinni, ég missa hana. Já. Og skil ekki hvað að gerast og venjulega þegar það gerist hjá fólki, þú lendir í venjulegri niðursveiflu af því að lífið upp og niðursveiflu, þá það skýrist það af fjárhagsáhyggjum eða félagslegur vandamálum eða hjónabandi eða líkamlegu heilsufari, alls konar hlutum, ytra áreiti og svo framvegis, en þegar þú getur ekki útskýrt það og það ekkert af þessu og þú ert búin að tapa gleðin og farin að bara fljóta áfram svona flatur og ekkert nær til þín. Þá hef ég farið og hitt geðlækni, eða bara venjulega lækni eða geðlækni, í tvígang lent í þessu og sagt bara, heyrðu, það eitthvað að og þá ég greindur þannig að ég ekki kannski þunglindur. Nei. Maður fer í gegnum spurningalista og ég næ ekki alveg þangað en ég samt á jaðrinum. Þetta nú svona depurð og svona og ég hef sagt, já, veistu, mér alveg sama. Ég finn að ég verða að gera eitthvað í þessu og þá þetta boðefna vandamál hér uppi. Það ákveðin efni sem skortir eða skila sér ekki rétta leið. Svo tekum maður lyf og ég hef tekið bara til dæmis lyf sem heitir Esopram sem bara í veikum skömmtum. Eina svona töfla í ákveðin tíma, gerði einu sinni í 1,5 ár og svo núna búin að taka þetta í 1 ár eitthvað svoleiðis og þetta fylgdi reyndar upphafinu á Parkinsoninu sko, þá getum maður lent í þessu. Og svo tek ég það í eitthvað tíma, ég næstu því ákveða sjálfur, en ég tek þetta til öryggis þá bara lengur en skemur, þetta ekki að gera mér neitt óleik. En ég held, og ég rís upp sko, ég finna bara boðefnin komast af stað og ég bara eðlilegur. Og fólk alltf feimið að tala þetta og ræða þetta og hikandi við að stíða einhver skref, ég geðbilaður eða einhver svona voðalega orð eitthvað og þetta bara þvaður. Þú bara nálgast hvern dag fyrir sig, sem kemur bara einu sinni og segja bara, ef ég eitthvað í einhverju depurð eða flattnesku og útskýrðan hátt, þá bara nægi mér í lyf ef ég hitti lækni sem að samþykja það og mér líður miklu betur. Að sjálfsögðu þá ger ég það fyrir mig og alla aðra í kring.
Ekki síst. Hvað með vinina og þá sem í kringum þig? Hverju hafa þeir skipti? Það skiptir náttúrulega gríðarlegu máli. Allt þetta fólk sem í kringum mann og ég var náttúrulega hrikalega svona bara mjög góða fjölskyldu og yndislegt og en hóp konu og börn og afastráka og allt þetta fólk skilur. Og svo ég systkinagarðinn minn. Þú veist, þetta öflugt fólk, frábært fólk og góð sátt og samlyndi allstaðar og þannig að ég gríðarlega heppinn. Og ég alveg ofboðslega heppinn þegar ég fæ greininguna með Parkinson og dett inn í fangið á Jóni Sigurðarsyni til dæmis. Hann fóstri minn og í stór hluta því að ég held rósem og tekur svo að jafnaðargeði því að hann strax bara tekur mig í fangið. Sko. Og það er mín heimslukka á margan hátt. Ertu í samtökunum? Ekki samtök Parkinsons? Jú, ég í samtökum Parkinson-samtökunum en ég hef svo sem ekki verið virkur þar að ráði ennþá, sko, en ég bara í samtökunum og sjálfsögðu. Já. Þetta eru svo sem ekki margir mánuðir þannig. Nei. Og ég veit ekki hvað eru margir með Parkinson á Íslandi. 700-800 manns eða eitthvað svoleiðis. Ég er ekki alveg viss. Já. Ég held þetta séu 0,3% af hverjum 1000 eru 3 með Parkinson. Ég minni það sé talan. Og ég í 2 samtökum sem fyrir ólæknandi sjúkdóma. Ég í sem sagt Parkinson samtökunum og svo ég í AA samtökunum fyrir alkohólisma. Já. Sem ég held alveg niður og búin að gera í meir en 20 ár með því og þar fæ ég svona frábærar inntökur vikulega. Það nú getið nýtt gleði, oft það ekki til að... Jú, og það þetta samtal, að tala saman, eins og galdurinn eins og við erum að gera núna. Nú tölum við saman, ég og þú, og fólk að hlusta. Já. Og þetta slær alltaf við öllum tækni, sem sagt, menn gera risavaxna bíómyndir og svo framvegis og stórborðna hluti. Það endar alltaf í því að gott samtal við einhvern, eða hlusta á gott samtal eða eiga samtal, það slær öllu við, segja stutta sögu, tala saman. Það einhvern veginn það sem leggur grunninn að veljiðan okkar og svo mörgu. Þannig að... Veistu, þú gafst mér þessa bók Tími til að tengja, talandi einmitt að tala saman. Og ég las hana í gærkvöldi, ekki alla, því þetta svona svo komfortmál. Já, takk fyrir. Ég verð þá að segja. En ég laði hann undir koddann og ég trúi að það komi þetta góða á gleðin sem í þessari bók. Hún skilir sér bara inni til mín. Sko, ég veit, þú hefur samið mörg lög og 75, 80 útgefinu, ég veit ekki hvað. Á Fuglum hugans sem kom út í fyrra, 75 laga pakki. Já, sko, tónlistin gleðigjafi. Já. Sögur eru gleðigjafar líka. Hvernig, af hverju ákastu að koma með þessa bók? Það var náttúrulega, það var margir talað um þetta við mig gegnum tíðina, ég eigi að skrifa. Það það sem þú átt að gera, þeir sem þekkja mig. Já. Og gott og vel, ég hef aldrei leyft því að gerast. Svo tók ég þessi ákvörðun fyrir svona 2-3 árum að láta slagstanda og kanna þetta. Og það í þessari bók sem sagt 2 gamlar sögur frá menntaskólanum, pínu litlar, sem bókin byrjar og endar á. Ég tengi við þessu. Já, akkurat, það svona frá okkar árum þar. Sko. Já. Svo eru 2 svona aðeins eldri, en hugmyndirnar af mörgum hafa gróið með mér, eða lifað. En ég skrifaði bókina allavega meira og minna á síðustu 2-3 árum, mest í London, í Davíðshúsi á Akureyri, í Kópavogi. Og ákvað bara að gera þetta og alveg á mínum forsendum. Og ég ákvað að vera ekki að velta fyrir mér hvað öðrum finnst fyndið og ekki fyndið. Ég lagði mikla vinnu í stílbrögðin, íslenskuna. Ég alinn upp við það, móðir mín hefði aldrei fyrirgefið mér annað og ég búin að fá sterk viðbrögð á það að hún sé skrifuð á góðu máli. Mér langar til að sagan sem þú lest renni inn í þig án þess þú lesir hann í raun og veru. Textin á helst að vera þannig að hann þvælist hvergi fyrir þér og sagan detti inn. En ég ákvað fyrst að þessar litlu sögur sem byrja að enda og tengjast jólum að binda bókina alla jól og þann tíma á árinu, þó að efni sumra sagnana hafi ekkert með það að gera. Nei. Mér fannst það bara gefa svona heillegan blæ á bókina, sko, og því það skaðar ekkert sögurnar. Þá fannst mér það skemmtilegt. Og það líka tengitími, eins og fengitími jól, þá fólk að tengjast og... En hvernig ætlar að tengja við framtíðina með Parkinson og það?
Sko, já, hvernig það? Málið að ég og Jón vinur minn, Sigurðar, minn fóstri, við erum í svokölluðum orustu hug. Það að segja að við ætlum að enda uppi sem sigurvegarar gagnvart sjúkdómnum. Við ætlum ekki eða allavega vinna okkur þannig inn í þetta og fylgjast með rannsóknum og það sem í gangi að vera alveg að fylgjast með öllu þar. Það er svona sóknarhugur í okkur með það. Já. Og svo er það bara komið í ljós hvernig það gengur. Já. Ég veit ekki hvað ég gerir næst, sko. Kannski skrifa ég meira. Mér er alltaf sagt að ég skrifa meira og tónlist er lært sem aldrei í friði. Ég er alltaf að semja eitthvað pínlítið. Þetta finn ég fyrir styrleika ef ég er að spila. Þetta er ákveðið vandamál. Svo lagast það þegar við Jón verðum búin að lækna okkur. Já. En ég er náttúrulega vinn við fjárfestingar og svona og það er nú þó að það hljómi kannski voðalega töff fyrir einhverju, þá finnst mér það nú ekkert sérstakt. Ég er búin að gera það mjög lengi og það er allt í lagi. Það er ekkert að peningar eins og þeir eru, sko, þeir eru eins og annað á heimilinu fyrir mér. Þeir eru bara eins og ískápurinn og borðstofuborðið. Þú lifir ekki inn í þessu, en þetta er bara einhvers staðar við hliðina þér og meðfræðir og svo reynir að lifa lífinu þínu. Eins og svo persóna sem þú ert og ekki að flogaveikjast hvorki út af mununum heima hjá þér eða peningum eða öðru. Þá ertu búin að vera. Og þetta halda bara, skoða þig sem mannesku. Og gleðin, ég tala stundum gleðin og hamingjuna. Ég lít oft á hamingjuna sem litla rafstrauma. Ég spurður, ertu hamingjusamur? Og ég segi oft, já, veitu, hvað fékk ég marga strauma í dag? Og þetta eru svona rafboð lítil sem að gera mann glaðan. Það er einhver sem segir eitthvað skemmtilegt við mann, maður hittir eitthvað, eða það er gott að borða, eða eitthvað. Og raunverulega nýtur þess og hugsar þessa hamingju sem þetta er, því þetta er hamingjan. Hamingjan er ekki svo að fara á tónleika, konserta, og það sé allt fínt líka. Þá er hamingja miklu meira þessi litlu rafboð og ég hef stundum sagt, við höfum öll sama búnaðinn, hvernig sem okkur vegnar að öðru leyti. Svo getur við verið með gjörspilltan amerískan auðkýfingsson sem fær Ferrari í gjöf og hann er voðalega ánægður og hann fær ákveðin rafboð með því. Það er bara ákveðin rafboð, hann hefur eitthvað betri græjur. Svo erum við fátæka konu sem býr einhvers staðar inn í Rússlandi og hún fær 12 sekki af kartöflum. Hún fær samskonar rafboð. Það er sömu rafboðna þegar hún er sama dýrategundin, maðurinn. Þannig að þetta ytra sem þú færð er ekki málið. Það er aldrei málið. Þetta er hvernig þú virkjar rafboðin þín fyrir það sem gerist yfir daginn. Og þá kannski þegar maður getur fjölgað þessu rafboðum af því að maður kemur auga á þau, maður hugsar þau og til að vera hamingjusamur og glaður, þá kannski getur maður svara spurningunni, já, ég er hamingjusamur, ég er með alveg slatt af góðu rafboðum í dag og svo framvegis. Þannig að ég líti á þetta svolítið svona og reyni að fjölga rafboðunum og sjá þau og skynja þau. Já, þetta eru flott lokaorð. Takk fyrir þetta, gaman að fá þig, gangið sem allra best. Takk fyrir María, takk.